Komið sæl, það búið að vera köld norðanátt sem blásið landið í dag en hitinn fór lægst í 10 stiga frost á Grímsstöðum, hæst fór hann upp í 8 stig á nokkrum stöðum á sunnanverðu landinu en með þess að hafa fyllt él fyrir norðan þó að komin sé maí en á þessari gervitunglamynd hér sem tekin var í hádeginu og sést að það var nú nokkuð bjart hér sunnan og vestanvert landið. Það verður nú ekki miklar breytingar á næstu daga. Ekki mikill vindur í dag nema þá með austurströndina sem vindur fór í 20 metrar á sekúndu víða, dregur úr þessum vindstreng, áframhaldandi norðlægar áttir hjá okkur þegar þessi lægð hér yfir Skandinavíu heldur áfram að dæla til okkar. Lítil bóla sem myndast hér suður á landinu á morgun, lítil áhrif sem hún hefur, það helst að koma ykkur stöku slyddu í allra syðstum tíma á morgun. Miðvikudaginn þá mjög svipað upp á teiningnum. Á hitasviðinu þá sjáum við að það ekkert lát á þessu kalda lofti. Núna fram eftir viku það verða áfram hitatölur frostmark fyrir norðan og sunnanvert landið þá svona best lætur 7 stig á morgun en síðan ekki nema kannski 5 stig. En hér í kvöld og nótt þá þessi norðlæga átt að blása, það þessi strengur hér með austurströndinni, éljagangur hér fyrir norðan og litla breytingar syðra, víða nokkuð bjart veður, svona heilt yfir ekki mikið að vera hjá okkur, svona breytingalega séð, eins og sagði það að draga úr strengnum hér allra austast og í fyrramálið, hitatölur frostmark og él fyrir norðan, víða bjart hér sunnan til. En þegar líður á daginn þá þessi litla lægðabóla suður af okkur, það möguleiki að hún sendi svona smá él eða slydduél hér með suðurströndinni, þá svona einkum sunnan og suðaustan til, suðvestanlands ætti nú að vera nokkuð þurrt á morgun. En þegar við síðan höldum áfram þá sjáum við að það smá strengur út fyrir Vestfjörðum og fram á miðvikudag þá svona heilt yfir ekki miklar breytingar. Það norðan áttur hjá okkur og svona kannski aðeins út í norðaustlagt kemur fram á miðvikudaginn. Þetta 5 til 13 metrar á sekúndu og él hér fyrir norðan. Hitatölurnar áfram á nokkuð svipuð reiki, kannski aðeins búið að hækka en ekkert rosalega mikið fyrir norðan og hér sunnan til þá svona upp í 5 til 7 stig. Á fimmtudaginn þá dregur úr bæði vindi og úrkomu. Það svona smá él hér norðaustan til, jafnvel allra austast og á fimmtudaginn, á föstudaginn þá ennþá hægari vindur og smávegis úrkoma, slitta eða snjókoma hér allra austast og þar norðan strengur, svona í kringu 10 metra allavega en hægari vindur annars staðar. En í Skandinavíu þá skúrél hér víða í Noregi og Finnlandi, annars staðar víða nokkuð þurrt, en allavega sunnan til í Svíþjóð og Danmörku, en svo komum við hér upp meginlandið og það hér á allri vestanverðu álfunni og alveg á Ítalíu þó nokkuð mikið þrumuveður, lítið hér suðaustan til sem þó alþekkt þrumuveðrasvæði. Við sjáum hér nær alveg út í Portúgal. En á Kanaríeyjum þar sjáum við það norðaustlægar áttir, það hitinn í kringum 20 stig og skýjað með köflum, kannski smá skúrir og í Norður-Ameríku þar einnig mjög óstöðugt loft, það útlit fyrir þrumuveður. Sjáum hér í þessum köldu skýlum sem liggja hér þó nokkuð hlýtt við austurströndina en kaldara inn til landsins þegar skýlin ryðja sér áfram. Í þessu gæti verið þrumuveður og tilheyrandi hættur með því alveg niður í Texas og Arkansas, það svona mesta hættan þar. Þegar norðar dregur þá sjáum við lægðina sem að senda þessi skil frá sér. Hún liggur í austanverðu Kanada og að færa snjókomu þangað. En hjá okkur á morgun það áframhaldandi norðlæg átt, dregur úr vindi allra austast með éljagangi fyrir norðan en víða bjart sunnan til, þó má búast við einhverjum slydduéljum eða éljum á stöku stað á þeim slóðum. Segjum þetta gott í bili, þakka ykkur fyrir og verið sæl.